Góðan daginn, kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á efnið í ritgerðinni Skólar framtíðarinnar eftir Bernd Michael Grosch. Höfundurinn vonar að þið finnið efnið áhugavert og að þið fáið nýjar innsýn. Njótið hlustunar. Þessa bók. Skólar framtíðarinnar eru að taka miklum breytingum sem mótast af tækninýjungum, félagslegum áskorunum og nýjum kennslufræðilegum aðferðum. Stafræn tækni eins og gervigreind og sýndarveruleiki gerir persónulega námsleiðir og markvissan stuðning kleift. Kennarar þróast í leiðbeinendur sem styðja einstaklings- og samvinnunám. Aðgreining og jöfn tækifæri verða miðlæg markmið sem og hæfnimiða frammistöðumat í stað hefðbundinna einkunna. Heildræn menntun beinist í auknum mæli að tilfinningagreind og siðferðilegum gildum. Auk þess verður alþjóðlegt samstarf sífellt mikilvægara til að gera menntun aðgengilega og sambærilega á heimsvísu. Þessi umbreyting krefst náinnar samvinnu allra sem að málinu koma þar sem menntun í auknum mæli litið á sem verkefni samfélagsins alls. Heimildaskrá. 1. Tsinghua háskólinn. Einn af virtustu háskólum Kína með mikla áherslu á stafræna nýsköpun og þverfaglegar rannsóknir. Tsinghua hefur einnig þróað námsvettvang á netinu sem eru notaðir allan heim. 2. Peking háskóli. Háskólinn í Peking hefur unnið hörðum höndum að því að þróa sérsniðnar námsleiðir og stafræn fræðslefni. Háskólinn vinnur náið með tæknifyrirtækjum eins og Alibaba og Tencent. 3. Xuetangs. Xuetangs leiðandi námsvettvangur á netinu í Kína, hleypt af stokkunum af Tsinghua háskólanum og býður upp á námskeið efni eins og gervigreind, vélfærafræði og sjálfbæra þróun. 4. Snjallar kennslustofur í Shanghai. Skólar í Shanghai eru farnir að kynna snjallar kennslustofur, búnar gervigreindarkerfum og gagnvirkum töflum. Þessi tækni gerir kennurum kleift að fylgjast með námsframvindu nemenda í rauntíma. 5. Menntamálaráðuneyti Alþýðulýðveldisins Kína. Kínverska menntamálaráðuneytið hefur sett af stað nokkur frumkvæði til að efla stafræna væðingu menntakerfisins. Þetta felur í sér að kynna fræðsluvettvang á netinu og þróa innlenda staðla fyrir stafræna menntun. Mikilvægi, opinber heimildum ramma og áætlanir menntastefnu. 6. Tencent Education. Tencent, eitt stærsta tæknifyrirtæki Kína, hefur stofnað mentasvið sem sérhæfir sig í að þróa stafrænar kennslulausnir, þar á meðal sýndarkennslustofur, aðlögunarhæf námskerfi og gervigreindamatsstæki. 7. Hangzhou Jiaoshan International School. Þessi skóli samþættir yfirgripsmikla tækni eins og sýndarveruleika, og aukin veruleika, í kennslu sína. Nemendur geta til dæmis upplifað sögulega atburði í eða séð fyrir sér flókin vísindaleg hugtök í Inngangur. Áskoranir samtímans og framtíðar. Sample complete. Ready to continue?